Raka, við skulum bara rölda. Ég misti að dræfinu. Hvernig var dræfið? Það vantaði svona aðeins kraft í þetta. Kraft. Ok, við erum á 18. holu. Takk fyrir að vilja. Ég er ekkert viss að allir kylfingar í mótinu. Það munu væntanlega vera á fyrstu holu í svona spjalli eða 18. En þú ert bara fuck it. Já. Þetta nú kannski ekki upp marga að viska hjá mér hvort þið er. Ég ætlaði mér nú aðeins kannski betri hlut í dag. Já. En ég á allavega morgundaginn eftir. Og hvað hefur vantað upp á? Þú getur ekki kvartað við veðrinu. Getur ekki kvartað við veðrinu. Nei. Ég er ekki kvart yfir neinu. Bara yfir sjálfur þér? Nei, ég er bara ekki kvart yfir neinu. Nei. Ég byrjaði svolítið illa. Fékk tvo doubleboggi hérna í byrjun. Já, ekki draumabyrjunu náttúrulega. Nei, það var svolítið svona bratt. Já. Og svo bara er þetta búið að vera allt í lagi og bara fullt af góðum höggum. Fullt af góðum höggum? Já. Einhver birdie? Nei, en ég var nú nálægt á 16. Ok. Hvað er skorið þegar við spyrja? Hvað er þá? Ég er orðin núna 9 yfir. 9 yfir? Já. Ok. En hvað er frábært að sjá þig þegar ég hitti þig nú síðast út á Spáni og Kostabæina og þú eiginlega, já, þú ert að standa á stóra orðinu, ekki? Jú. Hvað var það nú tók síðast þátt? Herðu, það eru 7 ár síðan ég tók senast þátt. 7 ár síðan? 40 ár frá því ég vann fyrst. Ok. Og 20 ár frá því ég vann senast. Þannig að þess vegna er ég nú með, Sibibinn. Og er ekki bara agalega gaman að vera með í Íslandsmóti? Það er dásamlegt. Og ég tala nú ekki félagsskapinn. Já. Hann er algjörlega frábær. Já, eins og ég segi, spila golf við þessar aðstæður. Það er ekki oft sem að er svona mikið dúnalogn í Hvaleyrinu. Þetta er algjör rjómi. Og maður er líka bara þakklátur og glaður með þetta. Já. Já. Þannig hvert var þitt svona markmið fyrir móti? Mitt markmið var að reyna að halda gleðinni þó ég væri lélega því ég vissi alveg að það gæti gerst. Og ég er búin að vera að vinna mjög mikið með það. Já. Að vera bara þakklátt fyrir að bara fá að vera með. Þetta er náttúrulega bara forréttindi að geta keppt á meðal þeirra bestu. Já, þetta er bara magna að vera með svona snillingum. Og ég get alveg verið góð stundum, sko. Já, þú ert með markmið að komast í getum niðurskurðin? Já, það var í rauninni kannski það. Er það fyrsta markmiðið sem hjá þér? Já. Og ert ekki alveg, þú ert ekkert búin að kasta hanglaðinu? Nei. Þetta er bara dagur 1. Nei, maður á aldrei að gefast upp á sjálfum sér. Nákvæmlega. Aldrei. Hérna er dræfið þitt, já. Já. Upp með kíkinn. Þetta er svolítið, þetta var svona frekar vantaði kraftin í þetta hjá mér. Það vantaði kraftin í þetta? Já. Og hvað erum við að tala um? Þetta eru 186. 186? Þetta er par 4 hóla, eða ekki? Jú, par 4 hóla. Löng erfið þessi væntanlega? Já, hún er svona löng. Já, 186 í öðru höggju og par 4 er nú... Já, þetta er nú kannski ekki venjulega 186. Nei. Það var svolítið lélegt. Já, var dræfið þitt bara lélegt? Já, svolítið stutt svona. Hörru, ég ætla ekki að trufla þig meir bíli. Gangið vel. Takk. Komdu svo bara alla leið. Krúttið þitt. Já, sérðu. Það var nú bara allt í lagi. Var þetta gott? Já, ég meina, ég er nálægt stöng, sko. Það er spurning hvort maður fær ekki bara fugl. Já, ekki? Í beinni útsendingu. Það verður nú ekkert leiðilegt. Sjáum til. Takk, elskan. Takk, elskan. Gaman að spila með. Takk fyrir. Fyrir. Easy par. Easy par. Já, birdie var erfitt það, ekki? Já. En hvað sér, hvernig er það tilfinningin eftir
eftir fyrsta hring? Ég er bara þakklátt fyrir að... Þetta er eiginlega sama svar á áðan. Það er í raun ekkert búið að breyta sig. Nei, það er ekkert búið að breyta sig það. Ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir að hafa tekið sákvæminn. Einmitt. Af því að hún var erfið. Að taka þátt. Út af hverju var hún erfið? Hún var erfið af því að maður er svo langt frá sín besta. Já. Og líka bara, þú veist, það eru allir þarna svo rosalega góðir. Þú veist, þannig að svona viðmiðið er það erfiða, skilurðu. Já. Og ég er búin að vera að vinna í þessu. Þannig í huganum ertu bara að ragga tvítug. Nei, sko, þegar ég er að leika mér, þá spila ég mun betur. Já, hvað er það? Þannig að maður er bara svo afslappaður. Já, en ákveður þetta ekki... Áhyggjulaus og En afslappaður. með alla þessar reynslu, ákveður þetta ekki afslöpuð þá... Af því að maður þarf að, maður þarf keppnisþjálfun líka. Já. Það er bara allt annað að vera að keppa heldur en að leika sér. Já, þú ert ekkert mikið að keppa þessa dagana, bara ekki neitt Nei, nánast. ég er bara ekkert mikið að keppa, en þú veist, ég er bara samt búin að setja mér þetta markmið í töluvert langan tíma til að vera með. Já, Og þetta er bara frábært. bara gaman. Já. Já, þetta er 4 daga mót. Þú ætlar þér að spila alla 4 dagana, það er bara mjög einfalt. Ég stefna á það. Já, og ef ég þekki rétt, þú ert ekkert að pæla í hvernig aðrir eru að spila, þú veist ekkert í hvað sæti þú ert. Ég er bara ekki að pæla í þessu. Nei. Núna, ég er að reyna að gera það ekki. Já, en þú þarf náttúrulega að pæla í skorið, þú veist alveg sirka skorið. Nei. Ég bara vil alls ekkert gera það. Nei. Af því að ég slæ betur núna með enga press á bakinu. Þannig að ég er bara ekkert að, ég er að reyna að vinna með það að bara gera alltaf mitt besta. Já. Ef ég ger alltaf mitt besta þá er ég að spila vel. Einmitt. En ef ég er að hugsa skorið og svona, þá er ég að hugsa eitthvað annað á meðan ég á að vera að gera mitt besta. Þá ger ég ekki mitt besta. Einmitt. En eins og núna ferðu og kvittar á, ég þarf að hleypa þér inn. Já, ég má ekki vera sein. Einmitt, kvitt á kortið og allt þetta. En svo hlýtur hún alltaf að kíkja það á stöðuna og hvernig hvar þú ert og allt þetta. Það er allt annað þegar maður er að spila, þegar maður er búinn. Já, meðan þú ert að spila þá viltu bara alltaf vita skorið. Nei, og líka á morgun, ég veit alveg ég er ekkert í góðum málum. Það er að segja, í góðum málum, en ég ætla ekki að hugsa um það á morgun. Nei, nákvæmlega. Ég vil bara hafa gaman. Lífið er núna og það er stutt. Já, og er ekki þetta klassista með golfið, eins og ég sagði við Axel áðan að ekki nóg með að þið séu með líkamlega hæfileika umfram okkur hinn, þið eru líka með kollinn og hausinn miklu betri, er það ekki? Já, ég meina, maður bara, þú veist, það er bara að hugsa um næsta golfhögg og búið. Já, og vera góð við sjálfan sig, ekki vera að brjóta sig niður. Það er ótrúlega mikilvægt. Ragga, takk fyrir að taka spjallið við mig og gangið vel á morgun. Takk fyrir.